eða góð kvöldi, klukkan að vera 6. Samt að drekka kaffi. Sólin shining. En ég að fara að græja kvöldmat. Ok, klukkan 5. Það ekki það mikið. En ég að fara að græja kvöldmat af því við borðum mjög um 6 liti. Og for dinner í dag soft tacos. Ég keypti fyrir mig svona þess að hafa á því og fyrir Brynja svona. Þú setið hér og borða Ritz keks og horfa smá á YouTube. Gerðum mér þetta kaffi fyrir svona klukktíma. Og ég búin að gleyma því, þannig ég bara var að sjá það núna og ætla að klára það. Ég búin að vera að hlusta á Mel Robbins í allan dag. Ég búin að hlusta á alltaf 4 episodes bara í dag með henni. Núna ég að hlusta á How to find your purpose and design the life you want. Og þetta grínur sko að þetta peppandi. Ég mæli allir hlusti á hana. Soft taco station, sósa, salsa, hrásalat. Við vorum að klára að borða. Soft tacos svo messy í matur, ég gæti alveg ekki sýnt ykkur hvað þetta leit vel út. En ég tók mynd, reyndar. Ég tók svona 2 bitum og marga. Ég svona, já, ég svolítið svona ofsött. Ég reyna að peppa Brynjar upp með göngutúr. Ég svona komið með nei, ég ekki, ég kom með 9400 skref. Ég veit alveg, ég myndi alveg ná 10 skrefum, þú veist, án þess að vera göngutúr. En, mér langar í göngutúr, fallegt veður, gott að vera göngutúr eftir mat. Og í seinustu viku, þá fór ég sko í göngutúr nánast alla daga eftir mat. Mér langar að halda ég áfram. Það klæða þig? Hvað húfu þau að hafa? Rauð húfa. Rauðu húfuna? Þessa? Já. Hvernig? Viltu vettlingar? Já. Hvernig eru vettlingar? Hamstu vettlingar. Hvað er vettlingar? Vettlingar. Vettlingar? Hvernig eru vettlingarnir á litin? Svartu vettlingar. Svartu vettlingar. Má ég fara í þessu skó? Já. Takk. Takk, mamma. Takk, Ólífer. Pabbi fær í þessu skó. Já. Let's go! Æ, mamma húfa. Mamma með húfu. Hvað er pappa húfa? Pappi það líka húfu. Geð pappa þetta. Allir með húfu. Allir með húfu. Hæ, Ólífer. Hvað er mamma? Ertu í vagninum? Mamma. Mamma sís. Pappi sís. Það komið næsti dagur og við erum að fara í leikskólan, eða ekki? Ætlarðu í leikskólan? Já! Og ég ætla að fara á æfingu. Vanlega mæti ég sko smá seint með hann og hann sérstaklega nýlega búinn að vera að sofna svolítið seint á kvöldin og þá smá erfitt að ná honum, þú veist, í gang á morgnana, þannig við erum svolítið svona slow mornings. En hann búinn að sofna, nei, búinn Hesberg. Hann búinn að vera sofnaði alveg ágætlega snemma núna seinustu kvöld og búinn að þá vakna sjálfur. Ég þarf ekki að vekja hann. Þannig að hann vaknaði bara 8 í morgun sem flott. Ég búinn að fá með próteinglas sem svona markmið flesta dag áður en ég fer með kaffi. Þannig að núna ég fer með kaffi. Komin í gymfötin. Ég þarf að fara í Metta og kaupa með nýjar buxur. Ég í bara þessar heiti eitthvað svona, ég held að heiti eitthvað svona Pro Long eða eitthvað, já, Metta Pro Long eða eitthvað. Og þær eru æði, þær eru ógeðslega þægilegar, mér líður alltaf ógeðslega vel í þeim, en ég á bara einar og þetta eru langþægilegustu buxurnar sem ég á, þannig að ég langar í fleiri Metta buxur. Það sé slag. Herru, við ætlum að fara að drífa okkur í leikskólan og ég ætla síðan að fara á æfingu. Ég er með svolítið svona vott-æfingu planað í dag, gym-vott. Og ég var ógeðslega óákveðin hvaða vörklass ég ætti að fara í fyrir hana.
að því mér langaði svolítið að fyrir í Laugar. Ég held að það veri geggjað að taka svona vott þar. En ég bara nenni ekki að fyrir í Laugar og það er líka svo langt að keyra þangað héðan. En ég spáði að fara bara í mitt usual gym og ég hef kannski að breyta eitthvað aðeins með upphýfingarnar. Það er óslega breyndið, það er ekki svona upphýfinga, það er hvorki upphýfingastöng né upphýfingavél í gyminu sem ég fer alltaf í. Ok, ég var að leggja í bílastæðakjallarann fyrir neðan gymið. Ég er svo confused. Þeir sem eru true YouTube viewers og hafa hort á vloggi sem ég uppgötaði þetta bílastæðahús. Ég er bara ennþá í sjokki. Núna mætti ég, allt fullt og ég sá að það voru bílar að leita stæði í kring. Þetta er alveg mikið chaos hérna. Og ég ákvað bara að fara beint niður í bílastæðahús og það er bara fullt af lausum stæðum. Og ég er bara, akkur er ekki allir að leggja hérna? Ég skil það ekki. Það er ekkert sem segir að megi ekki leggja hérna eða neitt svoleiðis. Ég veit ekki hvers oft ég hef mætt í gymið eitt svona korter í að leita bílastæði, bara býð eftir eitthvað losniðin uppi og síðan aðra bíla að gera það sama, bara keyra og reyna að leggja það lengst í burtu og... En allavega, ég mætti í gymið og ég ætla að fara að taka æfingu. Ok, ég kom aftur út í bíl, ég er búin á æfingu. Tók ekkert upp á æfingunni og því ég tímdi ekki að stoppa tónlistina mína því ég tek alltaf upp á síman. Ég var að taka svona crossfit vott í gyminu. Það bara heppnaðist vel, ég þurfti að breyta. Það átti að vera sko upphýfingar en ég breytti því í dýfur. Þannig ég gat gert allt á svona sama stað. Ég bæði með eggjasamlokk og ég tek alltaf með nesti af því ég er alltaf svo ógeðslega svöng eftir æfingar. Vinkonum mín sendaði mig í gær hvort ég vildi taka þátt í Reykjavíkurmaraþoninu með sér og ég bara, já, ég ætlaði að taka þátt seinsta ári en vinkonum mín var að gifta sig á menningarnótt þannig að gat það ekki. Þannig ég er mjög til í að taka þátt í ár. Ég er svona að byrja hægt og rólega að hlaupa sísonið, þú veist, út í hlaupin. Ég tek alltaf sko kílómetra hlaup í upphitun og æfingum. Og í dag þá ákvað ég að taka hann svolítið hratt. Fyrir 5 árum þá tók ég þátt í hálfmaraþoni og þá keypti ég mér hlaupaskó sem eru bara gymskónir mínir. Þeir eru bara búin að vera það, ég elska þá. En svo ég líka crossfit skó sem er meira svona, já, ég fyrir þeim á crossfit-æfingar og núna þú veist vörðlut-æfingar. Og ég ákvað að fara í crossfit-skónum út af því ég var að fara að taka svona vott. Og þeir eru með miklu þynnri botn heldur en hlaupaskónir og ég tók upphitunar-hlaupið frekar hratt, þannig að ég er búin að vera með svolítið svona verk í hvað heitir þetta? Sköflungnum. Hvað heitir framan á fótnum? Sköflungurinn, beinið. Þannig að ég er búin að vera með svona verk í því og ég var að þú veist hlaupa ekki hratt og ekki góð með skóm. Þannig að það voru kannski smá mistök. Búrið feilaði eitthvað að trakka kílómetrahlaupið og ég googlaði hvað 1 kílómetri er cirka mörg skref og það stóð 1200 til 1500 þannig ég ætla að gera ráð fyrir að ég sé komin 1200 skrefum meir en stendur á úrinu. En já, búin með æfingu í dag, alltaf ég hef góð tilfinning. Ég ætla að borra samlokunum mína á minni kæri og ég á alltaf nokkra sopa eftir að kaffinu mínu en ég ætla að klára það. Og sjáum bara hvað við gerum í dag. Og ég kalli það Birta. Búinn Didda. Það haldi rosa mikið á Didda eftir leikskóla. Búinn Didda. Já. Didda. Hann er Didda. Hann er Didda. Ég var að ganga frá henni. Viltu skeima hér? Já. Ok, Ólöf, hvað erum við að fara að gera? Baka pítsuna. Baka pítsuna? Já. Oh my goodness. Hann er gjarnir. Ekki búið að sætastur. Ó já, kókku. Ó, ég sjá þig. Ó já. Vá, hvað þú ert fín. Ó já. Á mamma vera alveg eins. Mamma kókku. Ok, við erum svo sagt komin heim og ég ætla í fínu Betty Crocker svöndina mína. Við bökum alltaf pizza á föstudögum, en í dag er 50 dagur. Baka pítsuna. Já, við ætlum að baka pizzuna og ástæðan af hverju við ætlum að baka í dag er að því það er spáð óstakóðu veðri á morgun. Planið er að grilla á morgun og það var eiginlega ekkert svona þannig séu kvöldmatur. Þú veist, það var ekkert svona þannig séu planað í kvöld, þannig við ætlum bara að henda pizzadeg og svo ætlum ég að baka pizzu í pizzaofninum. Ég þarf eitthvað að kíkja á þessa stillingu sem ég var að setja á, allt gett bjart. Ég var að breyta stillingun og var allt gett
dimmt. Akkur er svona erfitt að finna stilling á myndavél. Setja oní. Duglegur. Sund. Sund? Það er þetta ógeðslega gott veður. Ég finnst smá samviskubit að hafa ekki farið út að leika með hann, en smá kaldur vindur og við þurftum að drýja okkur heim að gera pizzadeg svo geti hefist. Pizzadeg, þú veist, það er ekkert óholt. Þetta er bara hveiti og olía og ger og ja, þú veist, já, þetta er bara brauð. Þetta er bara brauð með pizzasós og osti. Þú veist, ef þú ferð á Dominos þá er svona að fá okkur ógeðslega mikla olíu og djúpstekt eða eitthvað í því. En þú gerir hana heima þá er hún ekkert það óholt, sko. Brynjar er á kvöldvakt í kvöld, tók auka. Þannig að hann ætla að koma heim og sækja sér mat á eftir. Hann vildi fá hakk og spagetti af því ég sagði við hann ég ætla að gera pítsu, ég geti sett hakkon á pítsuna hans. En hann er ekki mjög oft í pítsastöði sem er stórfurðulegt að mínum mati að vilja hakk og spagetti frekar. Þessi skeiðina. Setja hann í. Yay! Já, gjör svo vel. Oh my god! Oh my god, ég veit ekki hvort það heyrðist. Það kom ekkert eðlilega stór jarðskjálfti. Ok, vanlega bregðuðu mér ekki þegar það kemur jarðskjálfti, en það kom ógeðslega stór hristingur. Hjartað mitt bara svona, þessi hefur verið stór, sko. Ég er búin að gera pítsu. Brynjar var að koma og sækja sér hakkspagetti og hann tók hennar pítsusneið með. Ég er orðin master í að gera thin crust juicy pítsur. Þetta er pítsuofnin hennar mömmu. Sjá hvað eru þunnar. Manni líður svo miklu betur eftir þunnbotna pítsur. Svo góð, vá. Miklu betur en sem maður kaupir. Ok, klukkan er 10 og Ólaður sofnaði 9 leyti. Hann var svolítið lengi að sofna. Sem er ekki gott af því ég var að vekja hann ekstra snemma á morgun. Ég sem sagt og það ég elska föstudags worldfit æfingar. Það er alltaf ógeðslega skemmtilegar æfingar föstudögum. En ég kemst bara á þær þegar Brynjar er, þú veist, ekki á morgunvakt. Og hann er alveg á morgunvakt örugglega 2 föstudaga í mánuði. Hann er á morgunvakt á morgun. Þannig að ég breytti að Ólafur má mæta fyrr í leikskólan á föstudögum. Þannig að á morgun er ég að fara að mæta með henni í fyrsta skipti svolítið snemma og fara á worldfit-æfingu. Já, snemma, 8, þú veist, en hann mætir yfirleitt miklu seinna, þannig að já, ég þarf að vakna með hann svona 7 ef ég ætla að ná þessu. Anyways, oh my god, ég verði að sýna ykkur hvað ég var að búa til. Það var sem sagt, ok, hunsið draslið. Ég var að setja mig heyrnartól til þess að fara í tiltektargír, en það var þessi stelpa sem postaði á TikTok, ég vil bara finna hana hérna og sjáta á hana. Amalía Ósk. Hún gerði svona cookie dough og ég var að búa það til nema ég var með súkkulaðiprótein og bætti í smá svona og hunangi og setti það svo bara, þú veist, inn í ískáp í einhverja mínútur. Geðveikt svona mjög svona sticky, bara svo cookie dough á að vera. Svo gott, og þetta er bara prótein. Sérstaklega, ef þú fílar ekki að drekka próteinið í vatn og glas, þú veist, próteinduft, þá er þetta æðiredding. Já, ég er að mönsa þessu og ætla að fara að laga til í íbúðinni. Ég held að við séum sko 2 samt búin að skrá okkur á worldfit-æfingun á morgun. Oh my god, perrandi. Það er skott að það skrá sér fleiri. Vonandi er ég að vakna einhverjum máli bara worldfit-æfingu, ef ekki þá tek ég bara gym-æfingu. Ef ég næ ekki að vekja Ólafur á tíma og enginn skrá sig og ég nenni ekki kruluna. Ok, veit ég, nú er ég farin að ramble, ég ætla bara að laga til. Bye, góða nótt. Góð daginn. Við erum að ná þessu. Við erum að ná að mæta í leikskólan klukkan 8. Ég er að fara að ná æfingu. Ég er bara að fara að hlaupa með það núna í leikskólan.
og fara á æfingu. Við erum reyndar 3 skráði í þetta vott, það verður minnst, eða þú veist, ok, ég er alveg vön að séu mér fáir skráðir í þetta, þú veist, 830 vottin. Þú veist, við erum mögulegt svona 5 eða eitthvað. 3 er strax einhvern veginn miklu minna en 5. Þannig ég er að vona að það séu einhverjir óskráðir. Ég er mætt í Hafnarfjörðinn. Ég er actually bara á góðum tíma, 5 mínútur í vottið. Ég ætla bara að flétta inn á. Það eru 5 skráðir í votti núna, þannig að það er miklu skárra. Nei, sko, ég er að kafna úr hitta, ég held ég get ekki svona verið í peysunni. Hvað segir mælinn? 6 gráður! Ok, feels like -1, en mér er svo heitt, sérstaklega því ég fór í pottinn og já, það er bruna og taka bensín út af því að ég fór á 0 km bara þegar ég var eiginlega að leggja stað. Hafði ekki tíma til að stoppa á leiðinni og kaupa bensín. Það er bensínstöðina bara hliðin á sem ég ætla á. Það er bara fössari og allir hressir. Mjög skemmtilegt vott, ég náði að taka sem sagt, já, 8 umferðir af 10. Bíp, bíp, bíp. Já, það var svolítil stangarvinna. Það var, þú veist, mikið grip, þú veist, stöng og snats og róður, þú veist, þannig að þetta var allt undir svona, já, þannig að mjög mikið æfingunum voru að taka á hérna. Þannig ég fann bara að ég var alveg að fara að rifna, sko. En ég mjög glöði að ég gerði það ekki. Sko, mætti á bensínstöð. En eitt reyndar ekkert eðlilega dýrt. Já, annars er bara fössari og planið er að grilla í kvöld hjá pappa og fara í íþróttaskólann og eitthvað svona. Ég veit ekki langar ógeðslega mikið að ég taki eitthvað með mér, en ég eiginlega nenni ekki að vlogga meira. Kannski vlogga í TikTok. Og þessi gleraugu, sorry, en þau eru not it. Sérstaklega hefum þessi headphone. Er þetta thumbnail eða? Já, ég nenni ekki að vlogga meira, þannig að ég ætla bara að segja takk fyrir að horfa. Ef að þetta myndband peppaði þig í að mæta æfingu, vera í góðu skapi eða ég veit það ekki. Bara ef þið fannst skemmtilegt að horfa á þetta, endilega settu like, það hjálpa mér og við bara sjáumst örugglega mjög bráðum. Bye!